Forsætisráðherra segir að kvótafrumvarp Jóns Bjarnasonar verði aldrei lagt fram í nafni ríkisstjórnarinnar. Það sé unnið án samráðs við ríkisstjórnina og stríði gegn stefnu hennar í fiskveiðistjórnarmálum. Ríkisstjórnin hefur tekið málið af Jóni og falið sérstakri ráðherranefnd að semja nýtt frumvarp. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra kynnti ríkisstjórninni fyrir helgi drög að nýju frumvarpi breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu. Samkvæmt heimildum fréttastofu var hart tekist á ríkisstjórnarfundum í síðustu viku vegna málsins, en forsætisráðherra segir að vinna við frumvarp Jóns sé alfarið á hans ábyrgð og gagnrýnir harðlega að það hafi verið unnið án samráðs við ríkisstjórnina. Þetta eru þetta vinnubrögð sjávarútvegsráðherra sem algjörlega óásættanleg og ekki boðleg í samskiptum flokkana. Sérstakri ráðherranefnd hefur verið falið að vinna að nýju fiskveiðistjórnarfrumvarpi, en þar með hefur málið verið tekið úr höndum Jóns Bjarnasonar. Málaflokkurinn heyrir enn formlega undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, en samkvæmt heimildum fréttastofu verður nýtt frumvarp ráðherranefndarinnar lagt fram á Alþingi án aðkomu Jóns nema hann láti sér segjast. Nú þegar hann kynnir loksins ríkisstjórninni þetta á þriðjudaginn, þá sýnist mér að ráðherrann sé komin ansi fjarri stefnu flokkana í sjávarútvegsmálum og ljóst að þetta frumvarp óbreytt verður aldrei lagt fram sem stjórnarfrumvarp. Þingflokksformaður Vinstri grænna segir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sömuleiðis hafa sniðgengið sinn eigin þingflokk í tengslu við nýtt kvótafrumvarp. Staða hans sem ráðherra sé jafn vond og vinnubrögðin. Já, við með því að það lítur að vera erfitt að vera í þeirri stöðu að vera að vinna fram hjá sínum eigin þingflokki og þingmönnum. Hann rétt eins og ég gegnir trúnaðarstörfum í umboði þingflokksins. Málið verður rætt á þingflokksfundum Samfylkingarinnar og Vinstri grænna á morgun. Jón Bjarnason sá sér ekki fært að veita viðtal vegna málsins í dag. Í yfirlýsingu sem hann sendi frá sig síðdegis segir að það sé misskilningur að drög að nýju kvótafrumvarpi séu tillögur hans eða stjórnarfrumvarp, heldur einungis vinnuskjöl sem umræðugrundvöllur. Og til þess að ræða hér þessi máli komin hingað í myndveri Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði. Gunnar Helgi, hver í raun og veru framtíð Jóns Bjarnasonar í þessari 2,5 árs gömlu ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur? Það veltur nú svolítið á honum sjálfum, því að það sem búið að gera núna er að ríkisstjórnin hefur notað sér ákvæði nýra laga stjórnarráði til þess að mynda ráðherranefnd utan málefni og taka það í raun og veru frá honum sjálfum. Með því náttúrulega lýst miklu vantrausti á Jón og hans málatilbúnað allan og í öllu venjulegu samhengi myndir ráðherra væntanlega segja af sér við slíkar aðstæður. En við vitum ekki. Finnst þér líklegt að það komi til að Jón muni gera það því að það eru mjög harkaleg viðbrögð frá báðum, forsætisráðherra og núna þingflokksformaður VG líka? Já, það er erfitt það að segja. Hann er augljóslega í svolítlum vandræðum. Það er búið að setja dálítið vantraust á hann. Hann bregst við með því að setja þetta á einhvern nátt á vefinn sem er frekar einkennileg aðgerð líka. En hvort hann er tilbúin að fórna ráðherradómi, hvort hann þá og líka leið því að ríkisstjórnin hangir á hans eina atkvæði í þinginu, hvort hann er tilbúin hugsanlega að fella ríkisstjórn. Það er eitthvað sem að í raun og veru enginn getur svarað nema hann sjálfur, en það væntanlega er að hugsa málið. Og hann gæti náttúrulega látið á það reyna, en finnst þér líklegt að forsætisráðherra grípi til aðgerða og setji hann til dæmis úr ríkisstjórninni? Já, miðað við það að forsætisráðherra er ekki búinn að gera það, og þá er ekki líklegt að hann gera það, nema Jón á einhvern hátt þverskallist við, krefjist forræðis yfir málinu eða neiti að ganga erinda ríkisstjórnarinnar í einhverjum öðrum málum og þessu máli. Þá þetta gæti forsætisráðherra þurft að reka hann í raun og veru úr embætti og hún hefur þann möguleika. En hitt málið sem var fyrsta fréttin hjá okkur í rétt áðan, það tengist Grímsstöðum á Fjöllum og ákvörðun innanríkisráðherra að veita ekki undanþágu